Árlegi góðverkadagur í Dalvíkurskóla var haldinn í vikunni, en þá hefðbundið skólastarf brotið upp og nemendur láta þess í stað gott af sér leiða og sína bæjarbúum hlýhug með ýmsum hætti. Óhætt að segja að góðverkadagurinn sé orðinn fastur liður í bæjarlífinu á Dalvík, en þetta í 7. sinn sem hann haldinn og vekur framtakið alltaf mikla athygli og gleði meðal íbúa. Þrátt fyrir að óhefðbundið skólastarf sé að ræða, þá hugmyndin svo að nemendur læri heilmikið á góðverkadaginn. Aðalega þetta bara til að auka samfélagsvitund og félagsfærni hjá nemendum og að þau kynnist, að ungir kynnist í að umgangast sér eldra fólk og að svona sína bara fara bæinn og gera góðverk og fá aðeins þakklæti í staðinn. Og verkefnin eru ansi fjölbreytt. Krakkarnir í 1. og 2. bekk, þau eru búin að vera að baka undanfarið þarna vikur, smákökur og eru að fara sem sagt svo pökkum þeim í svona litla poka og fara og gefa fólk út í bæ og bara knúsa og svo gleðilega jóla. 3. og 4. bekkur útbyggur svona miða með fallegum orðum á jólakveður og svona og afhenda þá og sko fólki gleðilega jóla. 5. bekkur er aðstoð í leikskólanum og 7. bekkur fór í sveitina í ár, það er svona mismunandi hvað 7. bekkur hefur að gera. En þau völdu að fara í sveitina, dreifðist á nokkra sveitabæi. 7. til 10. bekkur hins vegar þau fengi að velja sér svæði og þau fara eiginlega bara út allan bæ, þar sem einhvers staðar er þörf á aðstoð. Þau eru á elliheimilinu, þau eru í leikskólanum, 5. leikskólanum. Þau eru semst á elliheimilinu, þau eru í samkaup og húsasmiðinni og þau eru í veisluþjónustunni hérna við höfnina og í Bergi og þau eru inn á heimilum hjá fólki, eldri borgurum og svona öðrum sem vildi fá aðstoð. Þar eru þau að skreita og setja upp seríur og taka til og þrífa bíla og bara fullt í gangi. Hópur fór niður í Áhaldahús í morgun og aðstoða þar, niður í Ólís, bókasafnið hérna hjá okkur, það er verið að þurrka þar ykkur hillum. Hópur fór á kaffihúsið aðstoða þar móttökuleikskólabörnin sem voru að koma. Þetta er alveg heilmikið. Hvernig hafa svona viðtöku verið hjá samfélaginu, hjá fyrirtækjum og aðalum sem eru að aðstoða ykkur í þessu? Þær hafa náttúrulega bara verið ótrúlega góðar og fyrirtæki eru þannig séð farin að búast við nemendum frá okkur á hverju ári. Þessi fyrirtæki sem við höfum verið að fara til á hverju ári. Og sem dæmi var ég upp á Dalbæ áðan og það var greinilega búið að geyma það jólaskreita. Dalbæ er elliheimili og það var greinilega þannig að það var geymt. Þannig að þau sátu og voru á jólaskreita meðan aðri voru að naglalakka hérna í konurnar á Dalbæ. Þannig að þakklætið er ótrúlega mikið og fólki finnst þetta æðislegur dagur. Þannig að þetta er orðið svona fastur liður í samfélaginu hérna. Hvernig hefur þetta þróast þessi dagur? Sko okkur reiknast til að þetta sé 7. skipti sem þessi dagur er haldinn hérna og þetta er bara fastina skóladaga til Dalvíkurskóla. Það er bara góðverkadagur á aðvendunni. Upphálega þá var þetta grunnlega hafi byrjað kannski á snjóþungu ári. Það hefur snúist mikið snjómokstur fyrir fólk og fyrirtæki. En svo hefur þetta bara þróað svona leitt eitt af öðru. Þetta hefur frest út í bæ og menn hafa sett sér í sambandi við okkur og vildu gjarna fá krakka í aðstoð. Menn hafa verið eins og Guðríður segir að geyma störf handa þeim og svona. Menn reiknar með þessu. Þetta er mjög jákvætt og gaman að standa í þessu. Og hvernig hafa nemendur tekið í þetta? Hafa þau gaman að þessu? Já, þau hafa mjög gaman að þessu og þetta er einmitt orðin líka bara partur á skólastarfinu hjá þeim. Þau vita því að í síðustu viku fyrir jólafrí er góðverkadagur og sumir eru með ákveðin verkefni sem þeim langar að gera og hafa kannski fá að fara í þau ár eftir ár þegar þau eru komin unglingastig. Og svo eru önnur sem að nota tækifærið og heimsækja ömmu sína af og eru hjá þeim þennan dag. Já, þennan morgun eru að spila kannski bara og spjalla og baka smákökur og eitthvað svona. Þannig að þetta er ekki síður gaman fyrir krakkana þótt að séu þetta líka tilbreyting fyrir þá sem að fá þau í heimsókn. Algjörlega. Þannig og þau bara læra það að það sé gott að gefa af sér vinnu og gleðja aðra. Svona óhefðbundin kennsla, óhefðbundið skólastarf, hversu miklu máli skiptir það fyrir? Þetta skiptir bara alveg gríðarlega miklu máli, finnst mér. Þetta tikkar inn mörg box á annars grunnskóla þessi dagur hjá okkur, sko. Þetta skiptir mjög miklu máli, ekki nokkuð spurning, efla samkenndina og þetta allt saman. Og nauðsynlegt bara að brjóta þessu upp skólastarfi svona rétt fyrir jólafrí? Algjörlega, og við höfum gert þetta í mörg ár og finnst gott að því það er erfitt að halda þeim kannski í námsbókunum þessa síðustu daga. Og eitt kannski að þegar ég hafði samband við nokkra eldri borgara í gær og var að undirbúa komu krakkana, þá fékk ég víða spurninguna hvað kostar þetta, hvað á ég að borga þeim?
Og ég var að segja þá ítrekkaði til krakkan í morgunum unni því eigið ekki að taka við peningum. Þannig eru það að læra að það hægt að gera góðverk og hjálpa bara fyrir þakklætið eitt. Ég segi sko hugsanlega kannski mjólk og kökur eða bara bros. Við fórum á stúfana og spjölluðum við nokkra nemendur sem voru heilt yfir nokkuð ánægðir með daginn. Hvað eru það að gera í dag? Við bara löpum að gefa með og gleðum fólk og stundum fáið nammi. Af hverju eru það að gera það? Svo því að það góðverkadagurinn og þá allir glaðir. Hvað stendur á þessum miðum sem þið gefið fólki? Það stendur bara alls konar, ég veit það ekki. Manst þú hvað stendur? Það stendur bara elska það sem elskar og hafðu gaman í lífinu. Þetta svona kannski falleg orð til að klæðja fólk. Já. Hvernig finnst ykkur að hafa svona góðverkadag? Bara skemmtilegt. Hvað ert þú að gera? Ég að afgreiða, að reyna það. Þú ert bara búin að leysa hana gjörsamlega af. Ég sé þú búin að afgreiða hvert kúnana fætur öðrum. Já. Þú ert alveg fættur í þetta. Já. Hvernig þessi góðverkadagur? Er gaman að þessu? Já, allt í lagi. Hvað svona skemmtilegast við þetta? Að raða ástinni hillur. Af hverju valdið þú að koma hingað í samkvöld? Bara hefur mér að prófa og ég held að það væri skemmtilegt. Mætti vera meira svona tilbreytingu í skólastarfinu, finnst þér? Já. Og viðtökurnar hjá kúnnum sem þú hefur verið að afgreiða, hvernig hafa þið tekið í þetta? Ég veit það ekki, bara örugglega mjög vel. Á meðan nemendur í 5. bekk hjálpuðu til í leikskólanum Krílakoti fóru sumir af elstu nemendunum í heimsókn á dvalarheimilið Dalbæ. Við erum bara að hjálpa krökkunum ef það gerist eitthvað og bara eitthvað. Af hverju eru það að gera það? Það er góðverkadagur. Já, og þá bara eru við að hjálpa krökkunum bara að hjálpa kennurum og svoleiðis, þannig að það er ekki jafn erfitt. Það er minna álag á starffólkinu. Já, og hvernig finnst ykkur þetta? Bara mjög gaman. Hefur gengið vel hjá okkur? Já, alveg mjög vel. Hvernig finnst ykkur að hafa svona góðverkadag? Bara mjög fínt. Mætti vera meira einhverju svona? Já. Og hvernig er að vera á leikskóla? Er þetta eitthvað sem þið getur hugsað ykkur að gera jafnvel í framtíðinni? Nei, aldrei. Það er ekki alveg. Það er mikið læti. Er það mikið læti? Já. Eru þið sammálað þessu? Já. Lovísa, hvað ert þú að gera hérna? Ég er að naglalakka. Og af hverju ákvast þú að koma hérna á elliheimilið eða á góðverkadaginn? Af því að gömlu fólki vantar hjálp. Og já, Og hvernig finnst þér þetta? mér finnst þetta bara fínt, finnst þetta flott. Þú gerir þetta svona aðalega fyrir þau, en er þetta ekki ágætlega skemmtileg tilbreyting líka? Jú, þetta er bara mjög skemmtilegt. Hvernig finnst þér að fá svona krakka í heimsókn? Þetta er bara fínt. Veit hún eitthvað hvað hún er að gera í naglalækinu? Já, já. Við sýnum að þetta vera mjög flott hjá henni. Veistu það ekki? Jú.